Kristján, kannski við hæfa að byrja að óska til hamingju með EM-sæti. Já, takk fyrir það. Það var mjög gaman að ná að tryggja okkur með 26 mörkum eða 25 mörkum. Spilamennskan helgina, burtséð frá þessu EM-sæti, hún lítur að vera bara eitthvað til þess að glæðja. Já, fyrsti leikurinn við spilum góða 45 mínútur, síðan kom smá kafli þar sem við vorum aðeins að slaka á, en eftir það var allt bara flawless. Þannig við erum mjög sáttið með það. Og kannski leikir gegn lakara liðum vilja oft verða svona að menn fari í þetta með hangandi haus, en þið gera það sem svona ekki? Nei, við vildum bara sýna þjóðin okkar að við værum íslensk þjóð og við ætlum að koma með stemningu og ætlum bara að taka þetta mót og senda skilaboð, segja bara að við erum tilbúinir. Og þetta ítalska lið átti aldrei sens í dag? Já, við slökum aðeins á í byrjun en síðan fórum við strax upp og keyrðum þetta í gang og þá var þetta ekkert mál fyrir okkur. Magnin náttúrulega strákurinn sem spilar í þessu liði spila á HM í Rússlandi í fyrra. Hann náði frábærum árangri. Getið þið jafnað þann árangur og gert jafnvel betur í Danmörku? Já, ég held að við eigum að ná þessu upp sko í Danmörku núna í ágúst. Ég held að við munum taka núna, við eigum alveg séns í fyrsta sæti. Ég segi það bara, við vorum mjög óheppnir í Pólandi á EM, en ég held að núna við munum taka þetta bara. Þú ætlar að bæta í medalíusafni? Hæ? Þú ætlar að bæta í medalíusafni? Já, ég verð nú að gera það, það er svo fáar medalíur hjá mér.